Ágætu vinir, bræður og systur Kristi. Við erum saman komin til þess að heyra það sem Drottinn vill við okkur tala í dag og væntum með þetta bara góðs eins á honum og eins og við höfum gert í þau skipti sem við höfum sest til að hlusta og horfa og við lifum merkilega tíma þannig séð að við höfum svo rosalegan aðgang að öllu sem að getur breytt orðið út og sumir að nota þetta en aðrir ekki og líka það góða við allt þetta er svona tiltölulega einfalt í notkun og þú þarft ekki neina rosalega menntun til þess að geta nýttir þetta en þú þarft auðvitað að vita eitt og annað til þess að til að þú getir farið inn á þennan veg en allt þetta tiltölulega einfalt samt og það eru margir á vefnum, við vitum það og margir sem að detta niður á þetta vegna þess að það þarna og alltaf þegar einhver dettur niður á svona kristilegt efni, hvort sem það þetta eitthvað annað, skiptir ekki máli að þá allavega líkur til þess að viðkomandi byggist upp og svona fái jafnir svörin í sitt sínar eigin vangaveltur sem eru alltaf einhverjir á hverjum tíma og sumir glíma auðvitað við vandamál eins og alltaf og þeir veit ekki sitt rjúkandi ráð hvernig í ósköpunum þeir eigin að leysa sín vandamál og eru að flakka á milli síðna og rekast þá á einhver orð úr ræðu eða eitthvað sem að maður eða kona að frambera og það kveiknar eitthvað ég geti nota þetta og svo framvegis af því að þetta og það nú líka þannig að eftir því sem að syndinni vex ásmegin í heiminum eins og í dag, það mikið guðleysi í dag og alls konar í gangi sem að svona ekki mjög guðlegt það vegna þess að syndin hefur aukist en aðgengi mann og kvenna að orðið Guðs í dag hefur aldrei verið meira og það hefur aldrei verið einfaldara og léttara að ná sér í efni guðlegt efni eins og akkurat hér og nú þetta eru tímarnir og Drottinn talar það að þegar að syndin vex þá muni hann líka vaxa á móti en eins og alltaf þá þarf þú og ég að sækja í gott og göfugt efni hvort sem það kristilegt efni eða einhver annað efni sem við erum að leita eftir upplýsingum í við þurfum að sækja það sjálf þetta kemur ekkert hlaupandi til mín þó það sé þarna en það gagnast mér ekki þó það sé þarna eigi síðan fyrir ekki að nota en þegar ég byrja að nota þá byrjar það líka að gagnast mér þannig að nútíma maðurinn án allar afsökunar að svo mörgu leyti að hann getur ekki lengur afsaka sig á því að hann hafi ekki neitt aðgengi hann segir ég get ekki lesið biblíuna því að ég á ekki biblíu eins og hangir hann á netinu allan daginn og það hægt að komast í biblíu en hann fer ekki inn á hana af því að hugurinn ekkert á þessum stað en þetta segir ekki að dæmið sem vonlaust og við vitum líka að það alltaf á brattan að sækja þegar Kristur annars vegar þannig hefur þetta verið alveg frá því að hann kom og við sjáum bara söguna hans hvernig hún var hann var engin auðfús og gestur allstaðar þá menn skiptust alveg í tvö horn annarkot var hann tekið og þá var hann hampað eða hann var bara útskúfaður og þá var hann bara metin sem hvert annars skarð sem best verið að losna við þannig þetta enn þann dag í dag að Kristur annarkort metin og hafinn hátt til skýjana í augum manna eða þá að hann bara úrkast þetta bara en hefur ekkert breyst það hefur ekkert breyst þannig séð í svona viðhorfum manna en það sem hefur breyst alveg gríðarlega svona allur tími að tíminn var allt öðruvísi þannig séð hérna í eina tíð
Við sjáum þetta í Biblíinu og við vitum þetta, við þurfum ekki annað en að lesa Íslendingasögurnar eða bara hvernig þetta var hérna í gamla daga þegar til dæmis skip komu frá útlöndum vor og haust og þess á milli voru skip að komu frá útlöndum ekki inn í myndinni. En þeir komu vor og haust og menn bara biðu á milli. Og allar póstsamgöngur og annað, þetta var ekki eins og núna bara eins og fingursmelli og þú búin að fá skilaboð. Menn fengur kannski bréf til þess að 3 ára ári, eitthvað svoleiðis. Komu þá með þessum ágætu póstskipum þegar þú komu. Ég veit ekki, það getur vel verið þetta hafi allavega í eitthvað tíma var það þannig, þetta voru bara vor og haustferðir og ekki söguna megin. Þetta hefur allt saman breyst. Og áhugavert að skoða það hvernig breytingin orðin. Í þann tíð gátum við beðið stundinni lengur en í dag þá getur enginn beðið. Ef að fjölskyldumeðlimur eða vinur eða eitthvað hefur ekki samband við viðkomandi á 2 tíma fresti segjum það, þá sá sem að fekk ekki hringingu búin að fá áhyggjur og ef hann lætur ekki heyri í sér í sólarhring að þá má allt eins að reikna með því að sé köllu út björgunarsveit. En þetta var ekki þannig hérna þegar var bara vor og haust, þá biðu menn og allir skiluðu sér heim, já líklega. Þú verður bara að treysta fólki. Þó ég sé ekki með augun og hönd á öllum mönnum sem eru í kringum mig, þá ekki þannig sagt að því ég ekki vakandi yfir þeim að þeir sé að fara sér að voða. En stundum það þannig að það mætti halda það því áhyggjurnar eru strax komnar hjá allt og mörgum okkar og við erum að gera okkur upp alls konar hugsanir og skoðanir og að því öll samskipti orðin svo allt öðruvísi að við erum í raun yfir öxlina hvoru og öðru bara allan sólarhringinn líkum við að segja. Og við viljum hafa þetta þannig mörg af okkur vegna þessi sem ég var að segja ef að viðkomandi hefur ekki samband við okkur með reglulegu millibili eða nokkru sinnum á dag þá vorum við bara komið með áhyggjur upp í rjáfur, hvað hefur gerst svo þegar við hittumst þá komumst við að því og það hafði ekkert gerst. Ég var bara að mæða mig við engum. Svona var þetta þetta nú í dag en svona var þetta ekki og við sjáum þetta í Biblíunni líka sem áhugavert að skoða. Það var ekkert óalgengt að skipin voru náttúrulega alltaf dörfisi heldur en þau í dag og höfðu ekki vélar, heldur voru þetta bara seglskip, nú eða áraskip, mikið seglskip sem fóru svona lengri leiðir og það var ekkert óalgengt þegar komið var að viss ástími að menn hefðu bara vetrarlegu þar. Hvað merkti þetta? Við skulum segja það að menn væri að fara til annars land sem konu fyrir og svo þeir komnir svona frekar seinir í þessu, ég reikna nú með að menn hafa nú reynd að nota voruð og sömarið í allt svona en svona þetta getur gerst ýmislegt og menn jafnir taka sensin á að komast eina ferð í viðbót, það svona þekkt mál, en svo sjá þeir fram á það að þeir eru komnir frá heimahöfn sinni og kannski búin að stíma í nokkra daga og sjá fram á það jafnilega að þeir ná ekki á áfangastað og taka næstu höfn og eru þar veturinn. Hvað merkir þetta? Þeir voru á þessum stað í kannski, þegar ég veit ekki hvað veturinn langur en sjálfsagt misjaflega langur og á milli hvar menn eru staddir í heiminum en hérna veturinn kannski 6-7 mánuðir. Þannig að ef við hefðu tekið höfn hérna að vegna þess að tristu af að komið svo ástími þá hefðu þurft að vera bara borð líklega að gistu á einhverjum gistu heimilum næstu 4-6 mánuði á þess að geta náttúrulega haft sambandu einn eða neitt því að það voru einhver skipaferðir sem að fluttu mennum bréf það var engin GSM það voru engin skilaboði gegnum þessi tæki þannig að menn get ekki haft samband á klukkutíma fresti svo þeir gætu í dag ef þeir nennaði og var þá ekki allt bara logandi og menn afvelta á áhyggjum heima yfir gangi sinna manna borðið þessu skipi sem ekkert fréttist neitt af, nei það bara svona voru tímarnir þá
og allir, margir og flestir vonandi auðvitað skiluðu sér aftur eða heilir heim og menn bara reiknuðu með þeim í apríl-mæ og þegar apríl-mæ kom þá voru menn svona að fara upp á hóla og kíkja til hafs hvort það væri nú ekki segl þarna einhvers staðar í sjónarönn. Svo kom seglið og þeir þustu niður á bryggju eða niður í fjöruna og tóku á móti sínu fólki þar, sáu alla sína aftur jafnvel. En þetta ekki svona í dag vegna þess að svo mikil óþolin mæði í gangi. Þess ég segi, ef maðurinn hefur ekki samband og 2 tíma fresti alla sólarhringinn þá erum við alveg orðin afvelta á áhyggjum að eitthvað hefur nú gerst og viðkomandi hefur ekki samband við okkur sólarhring seinna, þá erum við bara orðin veik af áhyggjum og svo líður lengri tíma þá er komin út björgunarsveit, 70 manna björgunarsveit til þess að fara að leita. Við lifum svolítið aðra tíma en samt afstaða hjartans sama og var á dögum Páls og dögum Biblíunar og við erum með svipa pælingar gagnvart Guði, gagnvart Jesú, gagnvart þess og hinu rétt eins og þeir, það hefur ekkert breyst. Þannig að eðli mannsins hefur ekkert breyst en umhverfi hans hefur breyst gríðarlega mikið með öllum þessu tækjum sem bæði slæmt og gott. Við megum ekki gleyma því vegna þess að nútíminn býður mér, segðu þetta með mér, býður mér að vera þáttakandi með ekkert svo miklum kostnaði, með ekkert svo mikill þekkingu en möguleika til þess að náti breiðshóps fólks og margar þessar kirkju til að mynda sem eru að gera gott efni, kristilegt efni, þær að fá mikla áhorfun. Svo það aftur á móti annað hvað verður eftir í hjarta viðkomandi. Það bara einstaklingsbundi sem horfa á þetta og svo að ég ger eitthvað allt annað og þetta fyrir svona allt fyrir ofangarðu neður en aðrir sem eru virkilega hungraðir eins og alltaf líka. Það alltaf til hungrað fólk eftir Guði og það fólkið sem að fer inn á þessa síður og nýtur í botn það efni sem að verið að frambera. Þannig þetta líka. Þetta hefur alltaf verið svona. Jafnvel þeir sem að fóru í höfn á skipi sín vegna þess að þeir tristu ekki skipinu til þess að fara út í veturinn og tóku höfn þarna og þarna og höfðu vetrarlegu þar. Þeir voru ef þetta voru kristnir menn, þá voru þeir á staðnum að vinna Guðs vinnu, að boða. Þeir voru ekkert aðgerðarlaus með 10 tar upp í loft og horfðu bara upp í lofti allan veturinn. Nei, þeir voru að sinna sínu starfi vegna þess að einhvert hjarta í borginni eða bænum eða þar sem þeir voru möguleiki á að væri að biðja eitthvað meira fyrir sig heldur en bara þennan hverstað. Og þessir menn og þessar konur, þessir menn, þeir voru Guðsmenn og vildu þetta sinna sínu verki, þeir vissu sína köllun og þeir töluðu. Það sem þeir voru, það hefur ekkert breyst. Og hér erum við að tala í gegnum nútíman, í gegnum þá tækni sem í boði og þetta hefur alla burði til þess að fara bara allt þess vegna. Hvað margir skoða þetta, það hef ég ekki hugmyndum. Ég hef aldrei pælt í því og ég bara geri þetta vegna þess að Drottinn hefur sagt mér það og ég held þessu bara áfram. Svo lengi sem Drottinn vill að ég geri það, þetta bara hans mál í raun og veru, ég bara verkfærið hans. Og þeir sjá þetta sem eiga að sjá og það mér alveg nóg. En ég held áfram, vegna þess að það í hjartanu mínu að halda áfram. Ég held áfram að tala Guðs orð, vegna þess að það í hjartanu mínu að tala Guðs orð og það líka vissa og sannfæring mínum að maðurinn að þessu leyti hefur ekkert breyst. Og þegar að maðurinn komið Guðs orð, þá nú aukna líkur á því að hann sé ekki með allar þessar áhyggjur yfir einhverju sem að hann þarf ekki að hafa áhyggjur af. Ég þarf ekki að vera með áhyggjur af öllu fólki í kringum mig. Ég get líka bara treysti.
ef einhver mér áhyggjur út af mér til að mynda, þá þetta mér það mjög leitt, því að þegar þú sérð mig ekki, þá ég ekkit á fram á einhverju brún að velta ýmsu fyrir mér þar. Ég bara held áfram mínu lífi eins og vantanlega þú líka. Og þó ég til að mynda hafi ekki samband nema endurum og sinnum og kannski sjaldan eins og orðið í dag, þá allt í gúttin hjá mér. Mér líður bara vel og ég vænti þess líka að þér bara líði vel sjálfum og sjálfri. Ég geti líka verið afvelta með áhyggjur yfir þér ef ég vildi, en hvaða gagn í því? Ekkert gagn. En heimurinn í dag fullur af þessu, eins og ég sagði áðan, og það viss, kannski þetta svona aðeins íkt, en það samt viss sannleikur í þessu. Ef að menn ekki stöðugt að hafa sambandi viðkomandi í gegnum símana, þessa síma sem allir eru með bara, já, á sér orðið, þá bara einhverju konið með áhyggjur upp í hástert. Eins og ég segi líka, og svo allt í einu komin 70 manna björgunarsveit á fulla ferði að leita að viðkomandi. Ég ekki að segja að það ekki verið þörf á því, en það var ekkert alltaf neinn þörf á því. Og maður hefur nú líka heyrt, ekki reyndar oft, að menn hafi nú verið svona bara miður sín yfir því að þetta allt skildi hafa verið að varða af stað, af því að það var ekkert að hjá þeim. Þeir voru jú kannski í erfiðum aðstæðum, en þeir myndu klóra sig fram úr því sjálfur. Af því sumir menn þeir vita nákvæmlega hvað þeir að gera, þó þeir lendi alls konar. Það allt annað mál. En svona var þetta ekki á tímum Páls, segjum það. Og hann fór til Ítalíu, hann skaut máli sínu til keisarans, þegar hann var búið að handtaka hann og eitthvað rústur og vitleysa í kringum hann eins og stundum var, ekki af hans völdum heldur þeirra sem voru með honum, og einust þá skýtur hann máli sínu til keisarans og þeir urðu við því til keisarans, og keisarin var í Róm greinilega. Páll var einhvers annars stað, var töluverðan sjóveg að fara, og skipið hans það lendir í átökum, en það gat verið samt að þeir myndu hafa vetrarlegu samkvæmt vilja Páls, boðum frá Guði að gera það, en skipstjórinn, útgerðarmaðurinn sá sem fór fyrir þeim, treysti útgerðinni og skipstjórinn betur heldur en þessum fanga þó Guðsmaður væri, og þeir fara leggja á haf, og það endar með því að skipið fest, en allir komast af fyrir náð og miskun lifandi Guðs. Þannig var það. Við skulum lesa hérna þess, svona gaman að velta þessu fyrir sér, sko þessum mun sem í dag og þessu sem var hérna á þessum tíma sem Páll uppi, þar sem menn gátu bara verið rólegir. Því þeir þekktu bara þetta sinn samtíma, rétt eins og ég þekki núna í dag minn samtíma, og hann svona, hann fullur á áhyggjum. Það rosalega mikið áhyggjur og meðalaka, af því við treystum ekki. Ekki áhyggjur af því að við treystum ekki? Ekki áhyggjur af fólki vegna þess að við treystum ekki fólki? En ég var líka að taka sjálfa mig á þann, og ég sagði, ég byrði í Guðanabænum að hafa ekki áhyggjur af mér, því ég ekkert á neinni bjargbrún, þó þú sért ekki yfir mér að passa mig. Og svona þetta nú með flest fólk. Það yfir þetta nú menn þetta passa samir sjálfur, nema eitthvað sé að, og maðurinn einhvern veginn veikur. Það allt annað mál. Það ekki allir veikir, en sumir því miður eru það, og það þarf að passa þá kannski. Það svona bara, já, fátítt frekar. Miklu betur bara að treysta fólki, og þá maður líka rólegur með þetta fólk. Ég þekki mitt fólk, og ég veit að þó ég sé ekki með fingurinn á öllu sem að þetta fólk að gera, að þá það ekkert að fara sér neitt að voða. Og þegar maður hefur þessa vissu, þá maður ekki fullur upp í rjáður á áhyggjum yfir því, þó einhver hafi ekki haft samband við mig jafnir dögum saman. Ég ekki að fara neitt, þannig ég biði að hafa ekki neinar áhyggjur af mér. Þó þú sért ekki yfir mér allan daginn. Í Guðanabænum bara ekki gera það. Ég veit að þú hefur það ekki, ég tek svona til orða vegna þess að þetta svo mikið þetta í
samfélagin í dag. Það er mikið áhyggjur í dag, sennilega aldrei meira áhyggjur eins og akkurat í dag, og kannski því að kenna öll þessi umræða sem í gangi, og við vitum að hún ekkert alltaf jákvæð, kannski hún sjaldnast jákvæð, og við erum að lesa, við erum að mata okkur og alls konar, og við sjáum allt í einu glæpamann í hverju horni jafnvel. Það svolítið sjúkt ástand og ekki þannig. Við erum að treysta fólki sem við þekkjum vel. Höldum áfram. Við erum í 27. kafla Postulasögunnar, förum í 9, og þeir eru semst á sjó, farnir frá, var það ekki Krít sem þeir fóru? Ég man það ekki. Allavega þeir eru á hafinu, og það eitthvað að vera, eins og gerðist á þessum tíma, það voru ekki mikil skip. 9. kafli 9. vers, enn leið drjúgur tími og sjóferðir voru orðnar hættulegar, en það komið fram yfir föstu. Þess að það komin yfir einhvern ákveðin tíma í ártalinu, þar sem að sjóferðir veðursins vegna voru orðnar hættulegar, og þeim bara lauk á einhverjum punkti, menn bara fóru með skipið inn í þá höfn sem næstu að, og svo bara bundu þeir þar og voru veturinn, vikum saman. Þegar veturinn líður ekki yfir á einni nóttu, hann tekur nokkra mánuði, og menn eru bara að vera þar sem þeir voru, vegna þess að þeir gátu ekki farið heim, því að það voru einhver skipaferðir, og þeir voru sjóveg að fara, þannig að þeir gátu ekki gert neitt annað heldur en að vera bara þar sem þeir voru. Og enginn pældi neitt í því. Þeir reiknuðu með því, skipið kannski vissir ekkit hvar skipið var nákvæmlega, en kannski gátu sér til nokkrar hafnir sem að kannski komið til greina fyrir þessi skip, og þeir eru bara þar, og þeir reiknuðu bara með því að hitta þá og það eftir þennan tíma þegar skipin færi aftur að sigla. Það var kannski apríl, maí kannski, eða miðað við hérna á Íslandi, ég veit ekki hvernig þetta annars staðar, en við miðum bara við Íslandi, við reiknuðum með þeim svona í apríl, maí. Þá gáttum við að fara upp á hólinn okkar og kíkja eftir segli. En við vorum ekki yfir vetrarmánuði alveg bara svefnlausir og ómögulegt fólk af áhyggjum. Það reiknaði ég nú ekki með. En það erum við svo oft í dag. Kannski vegna nálaðarinnar við hvort annað, við erum alltaf yfir öxlina hvort og öðru. Meir og minna. Og treysta fólki. En leið drjúgur tími og sjóferðir voru orðnar hættulegar, en það komið fram yfir föstu. Páll vildi vara þá við og sagði við þá, þarna kemur Guðsmaðurinn upp í Páli, sem þarna forréttindi fyrir alla áhöfnina að hann skildi hafa verið með, en hann þarna sem fangi, en samt bara Guðsmaður. Svo segir hér, það sé ég, góðir menn, að sjóferði mun kosta hrakningar og mikið tjón, ekki einungis á farmi og skipi, heldur og lífið okkar. Þetta náttúrulega ekki glæsileg ummæli. En 100 höfðinginn treysti betur skipstjóra og skipseiganda en því Páll sagði. Svo lesum við hérna. Höfnin var óhentug til vetrarlegu, því var það flestara ráð að halda þaðan ef þeir mættu náð Fönix og hafa þar vetrarlegu. Sú höfn á Krít og veit til út suðurs og út norðurs. Þessi höfn sem að þeir voru næst þarna var óhentug til vetrarlegu, en þið sjáuð að menn hugleiða þessa vetrarlegu. Því þetta voru sjómenn sem þekktu alveg aðstæður, vissu að svona bara var þetta, vissu að með því að fara þangað þá eru þeir að dvelja þar næstu mánuði, næstu mánuði. Og þá var nú ekki sá tími að þú gast verið með 2 tíma fresti skilaboð til aðstandanda, nei. Það voru aðrir tímar uppi þá. Og enginn hafði áhyggjur á neinu vegna þess að þá voru aðrir tímar heldur en í dag.
Þess að vorum að tala líka, þá eru komin út björgunarsveit, 70 manna björgunarsveit eftir ákveðin tíma. Ég er ekkert að gera neitt lítið úr því, þetta er frábært að þetta sé. En kannski var ekki alltaf ástæða til þess að senda þennan flokka stað. En vegna þess að við erum með svo miklar áhyggjur. Við erum svo fljóta að grípa til orða eins og það, nú er eitthvað lagalegt gerstnáður. Og það er bara, við erum svefnlaus og við getum ekki á heilum okkur tekið, við getum hvorki setið að staðið fyrir áhyggjum. En hvað með þessa menn? Auðvitað áttu þeir sína ástvinni heima, auðvitað langaði þeir til þess að vera með sínum ástvinum. Voru þeir allir fram á Bjargbrún af því að einhverjir voru ekki til þess að fylgjast með þeim? Auðvitað ekki. Og þannig er þetta enn þann dag í dag að menn, hvorki ég að þú erum fram á Bjargbrún og þú sért ekki yfir mér eða yfir okkur. Þannig höfum að treysta. Og við höfum alveg sama möguleika á því til að treysta eins og bara við alltaf hefur verið. Þetta er allt saman bara afstaða hjartans. Og líka það, hvort að það fyllist upp í rjáfur á áhyggjum eða sé bara róleg og treysti. Tröst kemur í veg fyrir það að ég hafi áhyggjur. Það er ekki rétt. Í minni bóku er það þannig. Þess vegna er það gaman líka að bera þetta svolítið saman við það sem var þá og það sem er í dag. Í öllu þessu kraðæki og af öllu og engu og alla fjallaðar eru 0. Þú getur haft samband með jafn einföldum hætti yfir á hinn enda hnattanir eins og þú bara gerir á milli íbúða í dag. Þú ert ekkert lengur að ná sambandi við hinum megin á jörðina, heldur bara næstu íbúð við þig, þó veggurinn bara aðskilji. Það er bara sama. Og við erum með flæði upplýsinga alveg endalaust. Og þetta flæði upplýsinga eru þetta stórkostlegu verk, en líka getur verið mjög vandasamt vegna þess að það er verið að misnota þetta all svakalega. Því að það er svo mikið af sjúkum hjörtum sem er að tjá sig. Því að þú tjáir þig bara eins og þú ert. Ef hjartað er sjúkt, þá kemur sjúk niðurstaða af lyklaborðinu þínu. Og heimurinn er fullur af þessu. Og alls konar sjúk hjörtu er að fá hugmyndir hvort frá öðru. Sannleikurinn er þarna. Jú, við getum farið í hann. En hann á alltaf undir högg að sækja, að því við höfum ekki áhuga fyrir þessum sannleika sem er Jesú Kristur. Og þess vegna eru við, en við tökum inn vissa mötum. Af þessu fæðist allar þessar áhyggjur, að við verðum hræddum þennan og hinn og hina og þessa, að því hún hefur ekki haft sambandið okkur í heila 2 daga, að tala nú ekki heila 3 daga, að ekki sé talað heila viku. Vá. En það var ekki á þessum tíma þannig. Þeir höfðu vetralegu, bjuggu á staðnum, sambandslausir við sitt fólk í kannski hálft ár. Nokkra mánuði, hálft ár. En svo rann upp sá glæsti tími að skipið, þú fórst upp á hóliðin og sást segl og þú reiknaði með því að þarna væri viðkomandi að koma heim aftur. Og það varð með þetta sínum fagnar fundum. Allir komið þeir heim aftur heilir. En þú sást þína nætur rólegur og róleg, þannig að þú hafðir engar áhyggjur af þessu vegna að þú þekktir ekkert annað en þetta. En í dag höfum við áhyggjur að við vitum miklu meira og öll nálað er svo mikil. Hvað sem manneskjan er, þá ertu samt í nálað við hana með þessum tækjum sem eru þetta á sinnhátt stórkostlega, eins og vorum að tala hér í upphafi, og gefur mér og þér, bara venjulegu fólki, óbreyttu fólki, ómenntuðu fólki, sitt færi á að gera alveg helling með ekkert neitt rosalega mikill í kunnóttu. En samt ákveðinu kunnóttu
og samt ákveðinni tækjaeign, því allt fer þetta í gegnum tæki, og þú ert að dæla út orði Guðs inn á netið og þar fer það þess vegna út allan heim. Það er alveg hægt, hvort sem það gerist eða ekki. Það náttúrulega gerist ekki ef enginn notar þetta, en það gerist ef þetta er notað. En það er þarna, það er hægt að nota, það er hægt að sækja þetta, það er hægt að mér þess að downloada þessu niður í tölvuna sína og setja á flakkana sinn og horfa í sjónvarpinu sínu ef maður vill svona horfa á þetta í svona skemmtilegra umhverfi, sem að það er auðvitað miklu skemmtilegra að sitja í stólnum sínum og sófanum og horfa á tækið, sjónvarstæki, sem er miklu svona viðkunnalegra heldur en að hanga yfir litlum skjá. Ég veit ekki hvernig menn gera þetta, en sjálfur ger ég þetta nú yfirleitt þannig. Ef að ég vill horfa á eitthvað, þá sæki ég þetta nú bara á netinu og seti þetta yfir í flakkara minn og horfa á það í sjónvarpinu. Mér finnst það miklu bara notalegra. Þá byrjum maður sér til svona ákveðina stemming og stund fyrir akkurat þetta efni og maður nýtur þess, maður getur slakað á bara og í góðu sæti, og það finnst mér allavega miklu skemmtilegra, og þetta er fullkomlega eðlilegt að þetta sé gert og löglegt, því að þú vilt ekki að senda þetta neitt þaðan, og ef þú vilt þá getur þú bara eitt þessu eftir. Nú ef þú vilt horfa á þetta aftur þá bara áttu þetta áfram, ekkert um það að segja. Þannig að við höfum svo miklu meiri möguleika á svo mörgu, og eins og ég sagði líka, þá eru sumir að nota þetta en aðrir ekki. Það gætu miklu fleiri nýtt sér þennan möguleika bara hér og nú. Já, þú þarft ekki svo mikla þekkingu til þess að gera þetta og hitt. En þetta er náttúrulega eins og með allt annað sem við gerum. Ef Guð er ekki með í því, að þá náttúrulega verður ekkert af verki. En hvað það, að þá voru þessir menn, Páll og fleiri góðir menn, við allt aðrar aðstæður, en glímandi samt við sam og ég og þú, sem er afstaða hjartans til drottins. Hún hefur ekkert breyst, þar er áfram og brattan að sækja, þó að allt sem að snýra að efni til fólks sé gjörbreytt. Og þú getur farið í hvenær sem er sólarhengsins og fundir alveg dopi af góðu, vönduðu kristulugu efni ef þú bara vilt það. En svo er það þetta spurningin, viltu það? Því svara bara hver fyrir sig. Ég segi fyrir mig, já, ég vil það, en það er ekki allir eins og ég. Og einu sinni líka var ég á þeim stað að ég hafði nú ekki mikið áhuga fyrir þessu, en núna aftur á móti hef ég mikið áhuga fyrir þessu og geri ekkert betra við minn tíma heldur en að sökkva mér yfir í guðlegt, gott, vandað, kristilegt efni. Og ég veit það, og þú veist það líka, að gott, vandað, kristilegt efni kemur þegar að manneskjan er bara Guði gefin. Þannig að drottin Jesús talaði fyrir munn Páls. Við sjáum að þetta voru ekki skilabóð frá Páli þegar hann sagði þeim að hann sæi það að það yrði tjón og mikill atgangur hjá þeim í ferðinni og réði þeim frá að fara, bara bíða til vors. Það var ekki Páll sem að sagði þeim þetta, það var Guð, það var Jesús og himnum sem sagði þeim þetta í gegnum engil. Eins er það í dag. Það er ekki ég eða þú sem erum að tala, það er ekki ég og þú sem erum að flytja skilabóð, það er drottin frá hæðum sem er að því rétt eins og í tíð Páls. Það er hann lifir. Hann þarf ekki á einhverju GSM símum að halda. Páll voru út á hafi, langt frá landi, en samt fekk hann þessi skilabóð að segja að Jesú lifir. Hann er það sem maður er, og hann kemur eins og alltaf áður til að gefa mönnum góð ráð inn í aðstæður sín. Hann sér fram í tíman, hann sá að þarna og þarna myndi skipið lenda í háska. Hann var með sinn mann um borð og vildi varna því að sinn maður lendi í einhverju skakkaföllum. En maðurinn hefur sitt val, og Páll var ekki skipstjóri eða sá sem leiddi þetta ferð.
og skipstjórinn og þessi réði tók þá ákvörðun að fara og þá var ekkert aftur snúið. En aðvörunina fékk hann en fór ekki eftir henni og galt fyrir með því að skipið fórst og menn náttúrulega alveg skelfingu losnir dögum saman yfir ástandinu og það kemur fram að skipið, ég veit þetta nú sjálft að kannski ekki verið neitt gott skip því að það kemur fram á einu stað að þeir hafi vafið reist skipið köðlum. Hvað merkir þetta? Til að það gliðnaði bara ekki sundur undan átökunum. Slík voru lætin og kannski ekki mjög vandað skip kannski, ég veit ekkert það. Ég veit bara að sum skip þá rétt eins og nú voru í mismunandi ásigkomulagi og kannski var þetta gamalt skip sem að þeir voru þarna á og kannski fengi lítið og ekkert viðhald og svo lenda þeir í þessum átökum sem að skipið ljóst að skipið þolir það ekki og þeir vefja það köðlum til að styrkja það. Kannski var það algeng leið og kannski þurftu þeir ofta að gera þetta með þessi seglskip hér áður, ég veit það bara, ég þekki það ekki en það er allavega að tala um það í þessu tilviki undan ágangi veðursins. En Páll og Guð, drottinn Jesú, búin að aðvara þá áður en þeir hlustuð ekki á það og það er nú gömul saga og ný að hlusta ekki á aðvaranir. Þetta treysta eigin hyggjuviti og að því að við treystum eigin hyggjuviti þá erum við líka í dag með þessar rosalegu áhyggjur alltaf. Við erum að draga upp með eigin hyggjuviti alls konar og það bara sprettur fram á okkur kaldur sviti. Svo kemur ljós það er ekki það. Það er betra að treysta. Þú lesa þarna meira og þeir eru semst að konir í hrakningarnar og búnir að gera alls konar henda farmi út til að létta skipið og svo fram þeir horfðu bara fram á dauðan. Og svo þá kemur Guðsmaðurinn fram Páll og hvað gerir? Hann tekur yfir stjórnina í raun og veru. Fangin ekki fangin, Guðsmaðurinn í raun. Það er mjög merkilegt að lesa þessa biblíu og stúdera hana svona út frá ýmsu. Það er mjög gagnlegt. Það er 21. vers í 27. kafla Apostolasöguna. Nú höfðum við lengi einskis matar neitt, þá stóð Páll upp meðal þeirra og mælti: Góðir menn, þið hefðu átt að hlíta mínu ráði og leggja ekki út frá Krít, þá hefðu þið komist hjá hrakningum þessu og tjóni. Við sjáum að Guð var ekki að leiða það út í tjón og hrakningar. Nei, það var eigið hyggjuvit, eigið álit sem að braut og baka aftur það sem drottinn vildi, bara mannana vegna og síns manns engum og sérlega. En nú hvet ég ykkur til að vera vonglaðir því enginn ykkar mun lífi týna en skipið mun farast. Sem sagt, skipinu verður ekki bjargað en hvert og eitt af okkur mun komast af. Þetta voru orð frá hæðum til Guðsmannsins Páls sem hann er núna að flytja sínum örmagnamönnum eða þessu fólki sem allt voru örmagna og bara orðið vonlust að það myndi sleppa. En nú er komin inn hugreisting og nú er komin upp maður sem er bara komin með völdin yfir til sín, hann stjórnar þessu öllu. Guðsmaðurinn. Og Guðsmaðurinn leiðir réttan veg. Já, því að á þessari nóttu stóð hjá mér engill þess Guðs sem ég heyri til og þjóna og mælti: Óttast þú eigi, Páll, fyrir keisaran áttu að koma, Guð hefur gefið þér alla þessa menn, mella þá sem þér eru samskipa. Fyrir keisaran áttu að koma. Þannig við sjáum að þessu orðalagi að Páll er á leiðinni til keisarans þó fangi væri að tilskipan Guðs. Og þegar drottinn gefur út svona tilskipun og segir mannunum að fara þessa ferð, þá skulu menn vera rólegir með það að hann kemst á leiðar enda og það er enn í gildi. Þegar drottinn segir þér að fara eitthvað, þá skaltu líka fara og þú veist að þú kemst heill fram og tilbaka.
Þannig skipulagi og Guði. Þessn það alltaf svo mikill akkur í því fyrir mig og þig að bara hlýða Guði, leyfa honum að stjórna og stýra og ráða, og þá fyllist við ekki upp í rjáfur af litlu og engu tilefni af áhyggjum yfir fólki og svo framvegis, og verandi sjálf kannski trúuð, heilbrið manneskja hvað það varða. En samt vantreystu við. En Konráð Rúnar Friðriksson hefur þetta ekki lengra í dag og þakka fyrir sig auðvitað og veit að þú fengið eitthvað til að hugsa og úr og gleðjast af og tilgangur ekki annar. Heldur þessi góðu verki Drottins áfram að því þú ætlar áfram að biðja með honum inn í verkefnið.